baunirnar alveg frá grunni. Það var gott stundum að láta það liggja en það er líka hægt að bara sjóða þær strax. Það er best... Nei, ég er að bulla. Þessu... Taka... Veit ekki. 7, 8 held ég. 8. Komiði sæl og blessuð og verið velkomin hérna í Svoð. Hélt ég væri búinn að gera 12 þætti, en ég hef átt eftir að taka upp einn þegar ég fór yfir allt saman. Ég var með 2 möppur sem hétu, en það skiptir ykkur máli. Ég ætla að búa til linsubauna dreif fyrir brauð. Dreif, spread, dreifa. Það er bara svona stappaða baunir. Það er rosa gott að eiga inn í ískáp til þess að setja svona á brauðið sitt á morgnana eða í hádeginu. Ég ætla bara að vinda mér í þetta. Hvað ætli sé í svona linsubaunum? 2 dósir af linsubaunum. Rauðlaukur, sjallóttulaukur og hvítlaukur. 1 chili, þetta er appelsínugulur jalapeno. Sítróna, þetta er hérna annað. Ólífuolía. Tímían, svartur pipar, oregano, paprikukrydd og rósmarín eða sætök. Þetta er allt og sumt. Þetta er allt og sumt. Ég ætla bara hérna byrja á þessu. Við byrjum á því að kúta hana. Það má skera þetta allt bara gróft af því þetta fer allt í matvinnsluvél á eftir. Sterkur þessi. Ég er búinn að vera að væla svolítið mikið þennan lauk. Svona viðkvæmni. Chilin með, ég ætla kryddin með. Nei. Hálfur svona. Ég get ekki tekið nógu mikið að því hvað hérna baunir eru mikil snilld. Hrikalega gott fyrir mann. Standpínurnar líka. Suma baunir, ekki alla baunir, en suma baunir. Og mér finnst að við ættum að borða aðeins meira af þessu. Já, þið getið kannski kommentað hvað spread væri á íslensku. Komið með eitthvað nýrið fyrir spread hérna bara niðri. Var alveg til ég að heyra frá. Ólífuolía var ég með eitthvað stöðuna. Nóg að henni. Byrja á því að setja rósmarín og tímían. Býðum með hitt. Aðeins að leyfa olíunni sem þetta taka upp þetta bragð hérna. Þessa mallvæð. Svo þegar að byrja að brúnast aðeins, þá hendum við þessu öllu saman á. Leyfum þessu að lepja upp bragðið hérna. Og mýkjum. Þurfum bara að mýkja upp í þessu, bara aðeins svona. Leyfum þessu bara að standa aðeins núna. Kryddum þetta aðeins með hérna papriku, svartum pipar og oregano. Svo er það bara linsubaunirnar. Það er það sama bara. Það er hella þeim í hérna taka djúsin af þeim. En síðan náttúrulega líka hægt að kaupa þurrar. En ég gerði það ekki núna. Hella þeim bara í svona skólaðir. Skellið þeim aðeins hérna út á pönnuna. Tökum mesta hrollinn úr þeim. Hendum þessum af.
Komum þennan vin inn. Hörru, já, nú það bara að blanda. Shit, hvað þetta heit maður. Hvað, á þetta ekki vera fucking rafsuðuvellingar eða eitthvað? Heldur ekki á einni pönnu. Hörru, svo bara blanda. Sama vesinni maður. Skildu smá meira olíu. Mýkjum maður upp í þessu. Svona í alvöru talað. Eitthvað fyrirtæki hérna úti. Getið hjálpað mér. Hérna, ég þarf betri græður. Verðum við ekki að smakka þetta? Þetta er alveg mega heitt. Þetta er svona consistency. Þetta er svona gott. Þetta er svona eins og það á að vera, myndi ég segja. En þetta bragðist eins og það á að vera. Ok, rósmarínið og timjanið er alveg bara þarna. Chilíið þarna fyrir aftan. Það er þarna, en það er þarna fyrir aftan. Svaka gott. Ég fór til bakarans, ég fæði mér alltaf súrdeigsbrauð hjá bakaranum á hondinu. Hann gaf mér þetta brauð. Og þetta smakar bara eins og brauð, sko. Á kólna, en ég get bara ekki beðið. Ég er orðinn svangur. Búinn að vera hérna upp í stúdíónu í allan morgun. Þannig að þetta var bara eftir að verða betra á morgun, sjáðu til. Svo er ég með hérna svona baunastýrur, út af því að þetta er nú baunaþáttur. Því að baunir eru bara sjúklega healthy fyrir ykkur. Og fallegt. Er ekki fallegt? Stíl við blandarann sem ég þoli ekki. Það er rosa gott. Og heimagert. Þið vitið akkurat hvað er í þessu. Ég veit ekki hvað er settu í dósirnar, en hérna setti kannski aðeins mikinn chili. En ég fíla það. Ég veit ekki hvort það Renni fíla það, en ég fíla það. En takk fyrir að horfa og ég ætla að vona ég sé ekki láta ykkur flýja svo með því að hafa eitthvað svona baunir út. Ég veit nú svona hvernig Íslendingar og baunir eru. Þeir eru ekkert. Ég átti að setja hálfan chili. Ég gleymdi sítrónunni. Ég ætla að henda henni í. Ég ætla alltaf að gleyma þér ykkur. Maður er algjörlega sögur. Maður er bara eitthvað að klára þáttinn. Og fattar, ég ætla hérna aðeins meira. Ég er, sko, fyrir þá sem er ekki hrifin af súru, setjið bara þetta. Ég ætla að setja svona. Þetta er næstuð í ein heil. Herru, takk fyrir að horfa.
Like a del og share, Instagram, allt þetta, en hérna, fyrirgeðu eitthvað ég gleymin og gleymdi hérna sítrónunni, en þið fattið hvert ég að fara. Kemur ykkur sök, gera smá mistök. Þið sem eru að horfa á símann, bara haldið áfram að gera það. Komið samt inn á svoð á Facebook og likeið og deilið og sérið þar líka. Sjáumst á næsta fimmtudag, þið sem eru að horfa á þetta á hverjum fimmtudegi. Annars bara hlakka til að sjá okkur. Eða bara hitt ykkur eða heyri ykkur eða eitthvað. Sjáumst. Linsubönir, svona spredd á brauð bara úr baunum, margs konar baunum. Það hægt að nota flestar af þessum baunum. Ég myndi ekki nota sojabön kannski. Þetta nefnilega bara sjúklega hollt og gott. Þetta eiginlega bara svona orðið mantra hvaða baunir gera gott. Það lægra kólesteról, það hjartaheilsan, það gott fyrir það. Gott fyrir garnirnar, gott prótein eins og ég sagði, stabilisarar blóðsykurinn. Takk fyrir að horfa. Like til að share, Instagramið, getið kíkt á það. Já, ég var búinn að segja ykkur það. En bara sjáum síðar.